Já, góðan daginn. Ég heiti Bjarni Benediktsson, er formaður í Sjálfstæðisflokknum og ég er í framboði í Suðvesturkjördæmi. Ætlar þinn flokkur að vinna því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Við höfum ekki þá stefnu að afnema alla gjaldtöku í allstæðar í heilbrigðiskerfinu, en við teljum að það sé víða í heilbrigðiskerfinu þar sem við verðum að taka á greiðsluþátttökunni. Þessi of margir sem vegna fjárhagsstöðu sinnar séu ekki að leita sér heilbrigðisþjónustu. Okkar stefnu er sú að efnahagur fólks eigi aldrei að hindra aðgang að heilbrigðisþjónustu. Að hvað leyti er þið sálfræði og tannlæknaþjónusta inn í heilbrigðisþjónustunni? Varðandi tannlæknaþjónustuna þá er það forgangsmál hjá okkur að aldraðir fái aðgengi að tannlæknaþjónustu í samræmi við þá stefnumörkun sem hefur verið mótuð. Það er að segja að ríkið taki á sig 80% af kostnaðinum. Á undanförnum árum mörgum þá hefur þróunin orðið svo að 80% af kostnaðinum er komin yfir á aldraða. Þessu verður að breyta. Við höfum breytt gjaldtöku barna hjá tannlæknum og gert mikla bragarbót þar. Varðandi sálfræðiþjónustuna að þá styðjum við að þar sé aukið við vegna þess að geðheilbrigðismál er að verða vaxandi svona þáttur í heilbrigðiskerfinu hjá okkur sem að þarf að fá meiri athygli. Þannig að tala tannlæknaþjónustu fyrir aldraða, hvað með örorkulífeyrisþega? Já, ég tel að það sé dæmi að efnahagur sé mögulega að hindra aðgengi að þjónustunni og þeir sem að hafa minna milli handana verða einfallega að geta leita sér heilbrigðisþjónustu og það á við alla grunnþjónustu, þar með talið tannlæknaþjónustu. Hún Hanna ber út blöð, launin fyrir útburðin er 25.000 krónur á mánuði vegna svonefndar krónumóti krónuskerðingar sem kallar sérstök framfærsluuppbót, ber hún 2.000 krónur úr bítum. Finnst þér það í lagi? Ég hef aldrei verið hrifinn af sérstöku framfærsluuppbótinni sem að Jóhanna Sigurðardóttir leiddi inn í kerfið á sínum tíma, en við höfum nýlega afnumið hana fyrir eldri borgara og í mínum huga er það augljóst að næsta skref til þess að bæta almannatryggingar er að gera breytingar sem snúa að öryrkjum í anda þeirrar vinnu sem hefur átt sér stað undanfarin ár og í því fælist að við myndum afnema sérstöku framfærsluuppbótina. Hvenær á næsta kjörtímabili er það gert? Við vorum tilbúin til þess að ganga frá þessu kjörtímabili. Við náðum því miður ekki almennilega saman með Öryrkjabandalaginu og það voru svona þættir sem að snéru að starfsgetumatinu og útfærslu á þessum þáttum sem að stóðu út af. Mér finnst að menn verði bara einfallega að taka aftur upp þráðinn og ljúka þessari vinnu, gera kerfið réttlátara, sanngjarnara, einfaldara, skilvirkara og það þýðir að við hættum skerðingum krónu á móti krónu. Horfum frekar á það hvað fólk getur gert en spyrjum ekki út frá einhverju læknisfræðilegu mati hvað fólk getur mögulega ekki gert og höfum frítekjumörk eins og á við í þessu tilviki þannig að fólk geti verið með framfærslu. Við erum flokkur sem vil hjálpa fólki til sjálfshjálpar og í því felst að fólk má ekki festast í fátækragildru, það má ekki verða í þeirri stöðu að leið og sækir sér einhverjar viðbótar tekjur ef lágar og við erum að ræða hér 25.000 krónur að þá falli niður bætur upp á sömu fjárhæð á saman tíma. Þetta má ekki vera svona. Jón er á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstóðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstóð. Finnst þér það í lagi? Nei, mér finnst það ekki í lagi. Mér finnst að allir Íslendingar eigi að geta lifað lífinu á sínum forsendum. Þessi maður þarf að fá frekari persónulega aðstóð. Jón vill fá notendastýrða persónulega aðstóð svo hann geti farið fram úr rúminu á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Við höfum verið hlynnt NPA. Ég styð að við gerum slíka breytingu. Við þurfum að gera hann í góðri sátt við sveitarfélögin þannig að það strandi ekki á þjónustu fyrir Jón að ríki og sveitarfélög sé í ágreiningi það hver er að greiða fyrir þá lagabreytingu. Hvenær á kjörtímabilinu verður farið í þá vinnu? Ég er nú vongóður að það sé hægt að gera það á næsta kjörtímabili, svona í beinu framhaldi af yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélaga og
öllum þeim undirbúningi sem hefur átt sér stað á undanförnum árum til þess að innleiða NPA, að þá séum við að færast nær þeim tímapunkti að það sé hægt að færa það í lög og mér finnst ekki ólíklegt að sé hægt að gera það á næsta kjörtímabili, ég er bara mjög vongóður um það. Meirihluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki, enda er ekkert eftirlit með því aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur Jói ekki fylgt dóttur sinni á handboltaæfingu. Finnst þér það í lagi? Nei, mér finnst það ekki í lagi, mér finnst það óskaplega dapurlegt og eins og ég sagði áðan, við viljum að fólk geti lifað lífinu á sínum eigin forsendum, sé ekki bundið til dæmis við einhverja staðlaða þjónustu og þar sem að margir eru undir í einu, heldur geti valið þann tíma sem að til dæmis þarf að sækja æfingu hjá dótturinni og varðandi aðgengi að byggingum, að þá er það óviðunandi að einkaaðilar, nú eða opinberir aðilar í opinberum stofnunum, séu ekki að uppfylla þær reglugerðir sem ræðir og við hljótum að þurfa að fylgja því eftir með auknu eftirliti ef að við erum að rekast á slíka þröskulda. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnareftirliti. Myndi þeim flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit og hvenær á kjörtímabilinu yrði það gert, sé hugur á? Mér líst ágætlega á það að fá slökkviliðið með okkur í lið til þess að laga þetta og við erum auðvitað líka með byggingafulltrúa hjá sveitarfélögunum sem eiga að vera að fylgjast með þessu. Við þurfum líka held ég að hugsa þetta þannig að við tökum öll sameiginlega ábyrgð á þessu. Ekki bara fatlaðir séu einir skyldir eftir með að láta vita, heldur við öll þegar við sjáum að aðgengi að byggingum er ekki í lagi, þá verðum við að koma þið til viðkomandi eftirlitsaðila og sjá til þess að þar sé gengið eftir málum. En hugmyndin að slökkvilið komi með okkur í þá baráttu, hún er fín. Annar stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Finnst þér þetta í lagi? Nei, þetta er ekki í lagi. Túlkaþjónusta hefur verið á hinn bóginn mjög aukin á undanförnum árum. Í tíð þessara ríkisstjórnar höfum við stór aukið framlög til þess að efla túlkaþjónustu. Það hefur gert fjölmörgum einstaklingum betur kleift að stunda dagsdaglegt líf á eigin forsendum. Þetta dæmi sem þú nefnir hér er í anda þess sem við höfum verið að gera og mér finnst mjög æskilegt að það verði haldið áfram á þeirri braut þannig að hún geti sótt nám og stundað til samræmis við aðra og jafnsett öllum öðrum nemendum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Já, ef ég myndi segja já við þessa spurningu þá vissi ég í raun og veru ekki alveg hvað ég væri að segja. Ég er ekki nægilega vel að mér um það á hvað það myndi kalla. Þannig að ég ætla að segja að mér finnst þetta mjög göfugt markmið sem ég myndi vilja vinna að, en ég veit ekki hvort að ég get uppfyllt að fullu strax á næsta kjörtímabili, en að því finnst mér að við eigum að stefna. Takk Bjarni.